við náttúrulega viljum í dag kalla okkur Íslandsmeistara fyrri umferðar og við breytum því ekkert. Þróttarar eru efstir í úrvalsdeildinni. Fyrsti leikur í seinni umferðinni gegn liðinu í öðru sæti, KR. En það eru óvæntar fréttir af liðsuppstillingunni. Markahæsti maðurinn Bjöggi byrjar á bekknum. Þetta var í rauninni ef ég hefði einhvern tímann, og já, ég ætla bara að gera það, að ég gagnrýndi Ásgeir Elíasson aldrei nema þegar hann valdi mig ekki í liðið, en það var ekki oft. En ég alveg á því, að þetta voru mistök hjá honum. Þarna var búið að vera einhver leikjatörn og álag og sumir vildu nú meina að þetta hafi verið leikurinn sem að kom í kjölfarið af þessu fræga forsíðu viðtali sem að Bjöggi fór í DFF. Einhverju voru ég því hvort það hefði verið eitthvað viðtal sem þú fórst í, finnst þér að geyra það var að kæla þér niður eða hvernig var þín upplifun af því? Nei, það var ekki mín upplifun og ég hafði aldrei á tilfinningunni Þetta viðtalið fyrsta lagi þá var ég beðinn að koma einn en ég tók Dóru með þannig að ég var að deila athyglinni en ég var ekki að reyna eitthvað hitt en ég var á sjúkrabekknum í vikunni þegar þessi leikur var og þá kom hann inn og sagði að hann ætlaði að skipta hálfleikunum á milli okkar hjá mér og Svöri. Þannig að ég hef ekki hugmynd hvort hann ætlaði að kæla mig eða eitthvað svona bla bla en hann nefndi aldrei við þig? Nei, aldrei. Hann kom bara eins og var alltaf bara brosandi og hlæjandi og með glotti sitt og sagði að hann ætlaði að skipta hálfleikunum á milli og Svöri myndi byrja og hann myndi þreyta og svo myndi ég koma. Hann var eitthvað kallinn, þá var hann eitthvað búinn að býta eitthvað í sig, þeir spila hálfleik og hálfleik og svo var eitthvað leikur, það ekki stuttu seinna? Gott ef ekki. Já, þetta var eitthvað þannig. Og ég man að við leikmenni voru bara svona, við að sjálfsögðu trúðum á allt sem hann hafði fram að færa og treystum honum. En við þetta eitthvað skrítið. Við mættum bara ekki nógu mikið upp með kassan og svo fyrir við aðeins, ég veit ekki hvort að menn hafa nefnt það aðrir en við breyttum líka skipul og fórum einhverja 3 manna vörn og ekki það að maður vilja vera að gagnrýna okkar meistara Ásgeir Elíasson eftir á en auðvitað voru þetta eitthvað sem ræddum okkur heldum við ekki bara sama plani. Ég hefði unnið þetta að gert jafntefli að þá hefur verið að tala mastermind hjá Geira. Og Jenni átti að elta Veigar Páll. Nefnum það Veigar Páll fór bara út á væng og Jenni vissi ekki hvað hann til að gera og spurði Geira, hvað á ég að gera? Elta hann bara, sagði Geira. Ég elta hann út allan völl og þannig að þetta var svona eiginlega bara ákveðið að fórninu leikmanni til þess að ég myndi stoppa. Veigar náttúrulega var bara óstöðvandi þetta tímabil Hvað sem því leið að þá var þessi leikur sem bara búinn og við leikmenn og örga þá bara sérstaklega við svona reynslu minni leikmenn bara hausinn og okkur fór bara eitthvað þar sem sólin skín ekki KR fór Hólmi með nauman 2-1 sigur. Þar sem fyrirliðinn Palli skoraði eina mark Þróttar í leiknum. Þróttarar byrjuðu betur gegn Skagamönnum á heimavelli í 10. umferð. Sören skoraði enn eitt í vítaspyrnunni, en það dugði ekki til. Skagamenn skoruðu í kjölfarið 3 mörk og tryggðu sér öruggan sigur. Í næstu umferð beið erfitt verkefni á Akureyri. Þrótturum líður yfirleitt best á heimavelli og sáu ekki til sólar í leiknum, sem lauk með 3-0 sigri heimamanna. Ekki bætt úr skák að Charlie McCormick fékk að líta rauða spjaldið í leiknum. Charlie McCormick?
Legend. Hann komið gult spjald og Guffinir Þórir Ómarsson gerir sér kláran á hliðarlínunni og línuverðurinn lyfti flagginu upp á þessi skipting og Charlie akkurat að fara að taka innkast og sér númerið sitt og dundrar boltanum upp í stúku og fær sitt setna gula og Guffi Grey kom ekki inn á. En hann fekk fara með okkur í rútunni heim og var svo bara sendur heim í kjölfarið, sko. Við erum 1-2 undir og þá að setja inn ferskar fætur fyrir hann, lætur reka sig út af þegar hann að labba út af, sem að þegar leikurinn búinn, svona, tekur af batteríinu hjá liðinu. Allt svona neikvætt. Charlie hafði gengið í raðir Þróttar sumarið 2000. Hann sýndi það snemma að hann bjó yfir mikilli hæfni í fótbolta. Við tókum rosa vel á mótunum og kannski einum og vel og kynntum hann fyrir öllu og hinn og þessu og hann var miðdebil, þú veist, skemmtana innar á Dubliners og Celtic Cross og eitthvað, sko. En þú veist, það var ógeðslega gaman á honum og þú veist, bara allir þessi tímar með honum, sko, maður hefði aldrei vilja að stroka það út, sko. Já, hann hjálpar okkur hann á stórleik á Höfn í Hornafirði og við björgum okkur þar og ég þekkti hann ekki neitt, var svona stíðið með fyrstu skref, var að koma upp í meistarashópinn í fyrsta sinn, svona nokkurn veginn og var búinn að vera hann kannski 1-2 leiki áður og við paraði í herbergi með þessum geðsjúkling og við náttúrulega sáum ekkert alla nóttina, svo fer hann bara og performar eitthvað svakalega, á eitthvað svakalegan leik og verður valdur af því að við náttúrulega tryggjum okkur upp í. En hann náttúrulega alveg ótrúlegir hæfileikar sem hann hafði sem fótboltamaður, alveg ótrúlegir og maður lærir líka mikið af því hvernig hann approacha allar æfingar, hann var alltaf að æfa sig, hann var alltaf að vinna í fyrsta touchinu sínu, bara alltaf þegar hann fór út á völl, hverja einustu æfingu og maður svona lærir það svolítið af honum, hann tók þetta bara með sér að utan. En svo náttúrulega skilur hægt og rólega, þá náttúrulega kom dýrið fram. Hann var náttúrulega snar geðveikur og þú veist, myndi segja sjálfur og eins og til dæmis að þá þú veist, kom hann oft heim og þú veist og hafði séð mig einu sinni því ég var læstur úti hvernig ég fór inn og svo lenti mammi einu sinni að ég var einhvers staðar og hún kom heim og þá satt hann í Lazyboy að horfa á sjónvarpið og svo talaði neitt og hann bara, þú veist, fór hann sömulega og ég fór því ég glemdi lyklunum, sko. Þegar að Charlie, margumtalaður, hann fekk bílpróf að langaði hann svo að kaupa sér bíl og Geiri bara skrifa upp á lán fyrir hann. Nei, og þú veist, svo líka fekk ég hringingu frá honum þegar hann var búinn að, þú veist, nýbúinn að kaupa bíl sem Geiri skrifa upp á og ég held sama dag þá stútaði hann beint fyrir framan lögreglustöðina á Hlemm, hringdi í mig morguninn af lögreglustöðinni og þá hafði hann bara löggan tekið hana þegar hann var röltandi upp Laugaveginn í áttina sjónvarpshúsinu gamla með stuðarann. En hvort þau sakna hans alveg örugglega, hann fittaði mjög vel inn í boltannas Geira, þú veist, hann var mjög góður í löppunum og vildi spila. Erfiðleikarnir halda áfram gegn Val í næstu umferð. Valsmenn vinna nauman 1-0 sigur þar sem Þróttur heilt yfir betri aðilinn í leik. Blaðamaður Djefa á því að Þróttur sakni McCormicks kritsins. Þróttarar búin að tapa 4 leikjum í röð. Tekst þeim að snúa tapinu við gegn sterku liði Fylkis. Og maður á nú bara að láta allt flakka. Ég átti ekki að vera í liðinu í þessum leik ásamt 2 öðrum leikmönnum sem endaði að vera ekki í liðinu. Leikurinn á mánudegi, það er menningarnótt á laugardegi, við fórum bara til mig. Og ég vissi það að ég bara á bekknum og ég var mjög pirraður á þessari stöðu, það gekk ekkert á liðinu, ég var búinn að eiga fína fyrirumferð, þannig að bara pirringurinn jókst og maður var ekki með það viðhorf sem maður átti að vera með á þessum tíma. Þannig að ég fórum bara til mig. Það var rosa gaman. Svo á sunnudeginu þá var Hilma veikur, þannig ég fer í aðalið á æfingunni í taktík og svo mánudaginn ennþá veikur.
Þannig ég þarf að spila þennan leik. Þannig að eina sem ég hugsa persónulega að spila ekki illa því að þá myndi ég fá allt lið á móti mér fyrir að hafa mér svo sniði. Þannig að það var mitt approach í leikinn. Ekki gera neinn mistök og reyna bara að standa minna plikt. Ég átti bara allt í lagi leik sko og liðið var bara, ég veit ekki hvað gerist fyrir liðið, þeir bara spiluðu allir vel. Og þá koma þeir hér, Vignir og Halldór aftur. Halldór sendir boltann hér og þá kemur síðan skot og glæsilegt mark! Stórkostlegt mark hjá Þrótturum. Þeir eru komnir yfir. Þetta var frábært mark, glæsilegt skot og Þróttarar eru komnir með forystu. Að öllum ólöstuðum hann Gestur Páls kemur náttúrulega inn í liði hjá okkur eins og bara einhver stórsveipur þetta sumar sko, kemur bara á námi í Danmörku þar sem hann var í einhvern sunnudagsfótbolta og bara þú veist spila náttúrulega bara lykilrullu í liðinu hjá okkur þessa tíma, hann náttúrulega byrja ekki tímabili og enda ekki tímabili sko. Gátt, við hugsum allt þannig gátt munni hvað sem er. Þannig að það var aldrei neginn hræðsla, það var kannski óáunnin hégómi skilur að halda það að maður geti unnið öll lið sko, en þannig einhvern veginn að prótsum við alltaf. Sjáum aftur, Páll Einarsson nær boltanum og Páll finnur Vigni og Vignir á sendingunni inn á teginn og hér kemur Sverrir Hermannsson og þeir eru komnir í 2-0. Glæsilegt mark hjá Þrótti. Þróttarar eru komnir í 2-0. Kjell fer hugsanlega fram á völlinn og býtur nú við. Vítaspyrna. Jæja, vítaspyrna er það á Sævar Þór Gíslason. Hann er að minnka muninn. Ekki með Halldór Hilmisson. En góð vörð þarna hjá Kjartan Antonsinni. Og þá sendingin fyrir á Björgúlfur. Og Björgúlfur sendir bolta fyrir á Skalli. Og þetta er mark! Þeir eru búin að skora Þróttar og það er Sören Hermansen. Er þetta ekki bara önnur snertingin að Sveimir þá? Hann þarf ekki mikið pláss þessi magnaði Dani. Og hann er búinn að skora fyrir Þróttara. Ingi gerir þetta vel, kemur utan á hann og nær að vinna boltan á honum áfram með leikinn. Sjáu þið þetta, sjáu þið kraftin í Þróttarunum hér. Og hér er það að komast í færi. Gestur! Og það er 4-1 fyrir Þróttara. Gestur Pálsson með annar mann sitt í leiknum. Það er Björgúlfur Tækjafúsa sem að tekur hana. Og hér er boltinn í markið. Og það er Páll Einarsson að skora. 5. mark Þróttara. Fylkir 1, Þróttur 5. Getur þig á það reitt, Þróttur vinnur 5-1. Við náttúrulega reyndum allt í okkar valdi í öllum leikjum að gera eitthvað fyrir Konna og það tókst þarna. 5-1 sigur, þú áttu nú ekki von á þessu? Nei, það þetta er ekki gert það bara fyrir Konna-strákarnir. Þannig að þetta var geggjaður sigur og þarna náttúrulega bara eftir þennan leika þá náttúrulega bara já, þetta er komið en það átti nú eftir að breytast. Nú reyna Þróttarar að festa sig í sessi í efstu deild. Andstæðingarnir að þessu sinni eru Grindvíkingar. Sá leikur var líka, ég hugsa að við höfum verið með boltan í 80% af leiknum og bara náðum ekki að koma boltanum yfir í línu. Og Þróttarar byrjuðu leikinn betur. Og Sören kom okkur í 1-0, en Grindvíkingar náðu að jafna og komast í 3-1. Áður en Sören minnkar muninn undir lok leiks. Þegar Grindvíkingar skora 3. markið, verður óvænt uppákoma. Hann veifaði framan í, held ég, einhvern hafsendunum okkar, sínu heilaðasta djásni, þegar hann var búinn að skora. Ég man bara eftir einu lim sem fór út og það var Dóri Hilmis á Laugardalsvelli. Það sem hann þurfti að pissa í miður leik, það var heldur gott. Þróttara býður aftur erfiður útivöllur í 16. umferð. Að þessu sinni í Eyjum. Nú er að duga eða drepast Þróttara. Það lá á okkur í manni í þessum leik og við ég átti bara held ég mér besta leik á þessu tímabili. Þróttara mættu grimmari til síðari hálfleiks og hér sækjar vinstri vænginn og hér er Björgólfur með skalla yfir markið. Já, en þegar ég fekk högg, ég man ennþá í dag, ég man ennþá þegar allt var svart. Það var ógeðslega svona skrítið. En þetta er munur á mér Ingu, ég þarf ekki að fara upp á sjúkrahús eftir eitthvað svona. Hér er Páll Einarsson, fyrirliði Þróttar, átti mjög góðan leik og Jens Jens fer hérna aftan í hann og fellir hann og þetta er aukaspyrna rétt utan vítategs. En þarna í aukaspyrnunum þá sé ég mitt smá glögu og ég hef miða á hann og dúndra.
og sjáu þið Björgó. Já, Birkir brjálaður út í það. Já, það var bomba en aldrei loka augunum. Það var, þú veist, maður eiginlega bara, já, var búinn að velja þessi punkt og svo bara, og alltaf skemmtilega að taka hreina rist heldur en að reyna að snutta þessu. Eyjamenn sóttu síðan stíft, fristu þess að jafna metin. Hér brotið á Steingrími Jóhannessoni rétt utan vítateigs. Ég hef brotið á honum hann sem að mér fannst ekkert vera aukaspyrna en svo kom eitthvað bara once in a lifetimes markja á Bjarnólfi þarna úr aukaspyrnunum minnum mig. Og Eyjamenn eiga heldur betur skyttu góða Bjarnól Lárusson sem að skora þetta gullfallega mark. Páll fyrirliði Þróttara. Og sjáu þessa sendingu inn á Sören Hermansen og hann fellur þarna í vítateignum og þarna vildu Þróttarar fá dæmda vítaspyrnu. Þarna er nú bara víti. Hver er að dæma hann? Það er Svanurinn, það er alveg bara hendunar út og það er sennilega dómarinn sem felldi okkur. Þetta hefði aldrei átt að tapast þessi leikur eða að jafntefli sig. Já, fyrir mér er þetta nú svona fyrsti leikurinn sem við höfum verið virkilega heppnir í sumar og við máttum náttúrulega taka fyrir að vera ekki, já, fyrir mér, já, 2 mörkum svona eða kannski eðlileg markaskorun 50% nýting eitthvað svoleiðis í fyrri hálfleiknum. Þannig að við máttum taka fyrir það, en seinni hálfleiknum vorum við nú svona í lagi ef að svo má segja. En 22 stig þetta dugar til að hanga uppi? Já, þá ekkert sé öruggt í þessari deild, þá held ég nú, sko, ég held reyndar að 21 mínútuna duga í ár, svona seinni partín í mótinu þá er það eitthvað sem ég hef svona hallast að þannig að, en maður veit ekkert enn, það getur allt gerst enn í þessu. Þá man ég að kallinn sagði, og hann örugglega sér ennþá eftir í dag, þá sagði hann, þetta er komið, við erum múin að halda okkur uppi. FH-ingar undir stjórn Óla Jó hafði verið á mikilli siglingu í seinni hluta mótsins og því beið Þrótturum erfitt verkefni sem fyrr. Okkar menn náðu sér aldrei á strik og FH vann auðveldan 0-3 sigur. Og það var mikil spenna fyrir lokaumferðina þar sem mörg lið gátu enn fallið. Þróttarar stóðu sæmilega og þurfti allt að ganga þeim í óhag svo að hið óhugsandi gæti gerst að Þróttur félli úr úrvalsdeildinni. Ég man að við fengum okkur eitthvað terrorist eitthvað, loftleiðum eða eitthvað, hittust. Það var bara fínt og það var að sjálfsögðu, og ég hef náttúrulega verið í þessari stöðunáksunum, þetta er allt öðruvísi, þetta er einhvern bara streita. Hitt er svona, þegar þú ert að berjast eitthvað kannski meira þetta, þá það kemur spenningur og þetta er bara, þú hefur einhvern veginn mörg að tapa en ef þú heldur uppi þá er það ekkert eitthvað frábæra árangur per se, sko. Þannig að það var mikið stress í hópnum og leikurinn bara þess merki. Það var vont veður, bara svona alvöru haustlægð á Laugardalsvellinum. Ég held að menn hafi allir gert sér grein fyrir stöðunni að 1 stig hefði dugað okkur. Þá náttúrulega þurfti það þurfti einhvern veginn allt að spilast á móti okkur til að við værum að fara niður, sko. Allt tímabili var auðvitað bara í okkar höndum. Þú veist, öll seinni umferðin var í okkar höndum. En þú veist, þessi leikur, þetta er náttúrulega bara úrslita leikur og kannski var þetta bara þannig að við vorum bara mikið með það í haustnum að okkur nægði í jafntefli. Framarnir voru ekkert góðir, við vorum minnum ekkert góðir í þessu leik en þú veist, þetta var bara, þú veist, þetta eina mark sem við fengum á okkur minnum bara í uppbóta tíma í fyrri hálfleik. Kristján Brooks af öllum mönnum, sko. Sem var bara illa með okkur í... Já, þess að segja af öllum mönnum sem að, þú veist, fór illa með okkur oft, sko. Já, þannig er þetta. Jesús með almáttur. Útsala hjá mér. En hver tapaði hann á miðinni? Ég þarf einhvern veginn að koma sökinn yfir á hann svona 20 árum seinna. Halldór Hilmisson og hann leikur boltan út og Þróttar út á Guðfinn og það gerir Guðfinn með sendingu fyrir og Ágúst Gylfason kemur boltanum frá og Kristi Jakobsson flautar til leiks. Loka! Framarar hafa enn og aftur bjargað sér frá falli. Sko minningin er bara svolítið skrítina því að þegar við spilum hann fram síðasta leikinn að þá fannst mér bara að spila mjög vel. Mér fannst, maður horfir alltaf á sín eigin frammistöðu fyrst og mér fannst bara spila einn af mínum betri leikjum fyrir Þrótt og svo bara töpuðu og svo bara voru fallnir. Þetta var alveg voðalega skrítið
að fara út úr leik líðandi þannig að maður hafi spilað mjög vel og liðið spilað mjög vel og enda svo að því falla. Þetta var einhvern veginn svona maður upplifði þetta svolítið eins og þetta væri bara ekki raunveruleiki. Maður ætti ekki alveg kannski beint skili af því að það voru fullt af hlutum sem þurfti að detta á móti okkur til þess að þetta myndi verða. Og þeir einhvern veginn dutta allir á móti okkur. Við fórum bara niður og settum 3 eða 4 eða 5 Íslandsmet, ég veit ekki. Svona fótboltinn og þetta eru grimm örlög fyrir ykkur sem voruð að spila svo rosalega skemmtilega í sumar. Já, það er bara, hefur sýnt svo sannast að það er ekki nóg að spila bara helminginn á mótinu. Og við getum bara sjálfum okkur kennt. Það er ekkert annað að segja. En þið börðust og þið voruð að sækja allan tíman í seinni hálfleik eftir að fyrri hálfleikur svona frekar dapur í okkur. Svo kemur seinni hálfleikur og þið eru hvað eftir að nálægt í að skora? Já, við náttúrulega lögðum upp fyrri hálfleikin á því að bara liggja og reyna að halda boltanum aftast. En það eru þessi mistök að missa hann aftast af miðunni sem hafa valdið okkur mörkum í sumar. Og það er þessum varð eitthvað fallið bara held ég í sumar. Ég man ennþá eftir tilfinningunni þegar að leikurinn var flautaður af, sko. En sem betur fer þá hef ég ekki fengið að grenja hann á miðum Laugardalsvelli eftir, sko. Gleymið því ekki töpum 1-0, alveg ömurlegt. Í alla staði. Það var lokahóðum kvöldið og þetta var bara einhvern veginn ekki bara eins og við eftir þetta fyrir umferðina héldum við væri múin að ná þessu og þetta átti ekki að gerast og svo bara raungerist þetta þarna bara eftir leika, það var bara fallnir. Alvöru liðið ekkert að treysta á einhverja aðra en það ætluðum við að bara klára þetta sjálfur. En það endaði bara þannig að öll önnur úrslit þennan dag voru okkur í óhag. Kem náttúrulega heim alveg gjössalega fjúrius. Þá er kona mín ólétt af elsta stráknum okkar sem er einmitt 24. september. Þannig ég held að hún ekki verið múin að eiga. Og það er sko að vera með þetta rétt samt. Að þá fyrir ég að horfa á fréttin eitthvað, Arnar Björnsson eitthvað. Og þá er það að lýsa þessu á Kristján Brooks fer auðveldlega fram hjá Eysteini Pétur Lárusson og skorar. Frúin hefur sagt með það, ég vissi ekki hvert þú ætlaði. Ég ætlaði bara að taka blessað sjónvarp og grýta í jörðinu. Þetta var alveg, ég man að það þurfti nánast að draga mann niður í Þrótt til að fara á lokahófi. Maður var bara gjörsamlega viðþolslaus, þetta var óþolandi. Manstu eftir viðbröðum Geir eftir leikinn? Já, hann var þögull og ég held að þetta hefði bara lagst bara á hann. En hann fekk traust og hann vildi sjálfur koma liðinu upp aftur sem að tókst en þetta var samt árið þar sem að við hefðum þurft að hanga uppi og svo byggja eitthvað ofan á eftir það. Var og er mikill Þróttari og mér fannst náttúrulega mér fannst samt sko svekkelsi 2001 örugglega vera verra heldur en þetta fall sko, mér fannst 2001 vera hræðilegt sko, hafa ekki farið upp, mér fannst það hræðilegt en þarna var það er bara ömurlegt að falla í fótbolta en mér fannst við samt sko hafa staðið okkur vel í töluvert langa tíma bara frá árun undan náttúrulega á kannski markatölu úrslitin lokaumferðinni voru öll vond þetta var einhvern veginn, þú veist þetta bara átti einhvern veginn að gerast og maður gæti ekki útskýrt okkur og fengur bara 4 stig í seinni umferðinni þó mann hefði fundist við vera alltaf einhvern veginn í alvöru leikjum eða í flestu leikjunum þannig að kannski var maður söktur af fallið en svo bara þegar menn eru búin að ná sér aðeins niður og við Geiri áttum ótrúlega gott og mikið spjall þannig að það svo sem kom ekkert annað til greina að halda bara áfram og því við vorum með frábæran hóp í höndunum og við eldri mennir held ég að höfum sýnt að við öxluðum ábyrgð með því að vera allir áfram og ég held að það sé ekkert voðalega algengt í boltanum í dag. Bjöggi fekk gullskóinn í lok tímabilsins og var spenntur fyrir því að vera áfram í úrvalsdeildinni. Það er ógeðslega erfitt að segja við Geira, þú veist að því mér fannst nánast eins og ég veit það ekki, vera hætt sambandi að segja honum upp eða eitthvað svona sko, því ég bara þótti svo vænt hann og bar svo mikla virðingu fyrir honum. Varstu að hann tók því?
hann var support, hann var engin leiðindi en hann sagði samt með brosi, þú veist, hann sagði hérna, ég man ekki nákvæmlega hvað hann sagði en þú veist, þú voru ef þú heldur að en svo sagði með brosin, en ég held sé ekki rétt fyrir þig núna. Ég held að það sé betra fyrir þig að hérna, vera hérna og eitthvað svona. En hann var engin leiðindi og eitthvað svona en náttúrulega gerir þetta ennþá erfiðara að fara sko. En ef við höfum haldið okkur uppi þá erum við væntanlega haldið áfram í Þrótti. Já, 100%. Það var ógeðslega erfitt bara út af GRL en líka bara út af liðinu og félagunum sko, aftur að maður ætlar að væminn, þú veist, það var þetta bara svona eins og fjölskylda, eða þú veist, þetta var svona, þú veist, ég hef aldrei verið í neinum hóp eins eða neitt, skilur. Eftir sísonið, ég er ekkert sem að margir viti það að það fékk ég tilboð að fara. Og það bara klúbbur sem stór klúbbur og er búin að vera í úrslitinni alla kvöldi síðan. En konan hefur stundum rifið þetta upp með mér sko að ég er bara svo mikill sveitamaður að, og hún hefur oft minnt mig á þetta frúin að ég féll með þessu liði. Það bara mín skylda og hlutverk að vera hérna áfram og reyna þá að hjálpa til ef ég get orðið að liði og koma þessu liði aftur upp sko. Og það var bara hugsunin, ég bara sagði nei. Sér eftir í dag? Ég hef oft verið myndur á það, hvað ef þú farið þessa leið, en fortíðin að fullu komin og henni verður ekki breytt og það bara eins og með annað í lífinu. Það þýðir ekkert að vera, þú ert að læra fortíðinni það sem þú getur gert betur en það þýðir ekkert að svekka sig á því. Þannig að hérna, það var bara, þú veist, ef það ekki, ef við höfum ekki fallið hérna 2003 að þá hefðu við haldið okkur upp í 2004 og kannski hefur Þróttur þá mögulega, maður veit aldrei mögulega, hefur Þróttur þá geta stabilið sig betur. Því að við vorum með svo marga ótrúlega frambærilega leikmenn í þessu liði og ég meina Bjöggi fer svo stendur sig vel í efstu deild og svo kolla þannig að hérna, það kom aldrei andi greina en að halda áfram eftir þetta fall 2003 sko. Það er klárt. Þú veist, jú, auðvitað hefðum við bara átt að setjast niður bara, herru, við keyrum bara á þetta og verðum meistarar, sko. Þú veist, ég er nokkuð vissum að það var ekki umtali, sko. Það þurfti náttúrulega aðeins að ná okkur kannski niður að þessu bleika skýi sem var búið að svífa og þú veist, og ég held að Ásgeir Elíasson hafi bara verið sá maður sem að vissi alveg að þetta myndi koma, þú veist, á einhverjum tímapunkti. Og hvernig við myndum tækla það var svo náttúrulega bara verkefni sko. Við svo sannarlega höndluðum ekki verkefni. Þannig að já, klárlega svona eftir og ef maður horfir tilbaka þá hefði þótt að setja okkur ný markmið eða hækka ronna, það er að segja við vorum konir á ákveðinn stað og vorum konir að henni, þannig að menn voru einhvern veginn alltaf í setnum fyrir að fara að horfa það bara að við reddum þessu næst þegar að ógæfi hliðin fór að dynja yfir. Allt í einu kom stjórnin eitthvað að þessu og fór að tala þú veist, nú þurfti bara taka þessu alveg sko, mjög alveglega og svo voru nokkrar fyllibittur í hófnum sem að fundist gott að drekka og maður fylgdi við stundum með hann við vorum stundum bara vorum bara að hittast helgar og skemmt okkur bara svona hóflega og það var ógeðslega gaman en svo seinni bara eftir þetta fyrir umfyrirna þá einhvern veginn bara þú veist, mátti ekki gera neitt og allt var bara svona alvarlegt og okkur svoleiðis sko. Og svo fyndið að maður að horfa tilbaka í þetta tímabil og það var alltaf mikið verið að tala um það að við hefum farið fram á sjálfum okkur, hafa farið mikið út á lífið og við erum svolítið búin að vinna þetta í hausnum á okkur. Það einhvern veginn fyrir mitt leyti, ég var ekkert að pæla því, ég hef bara spilað fótbolta og hafa gaman við vinnunum sko. Og árangurinn kom, en hegðun okkar breyttist ekkert frá fyrir þangað til seinni. Við vorum bara ungir og vitlausir og hafa gaman að lífinu sko. Kannski vorum við bara mögulega orðnir of svona overconfident eitthvað svona, við töpum ekkert mörgu leikjum illa, við vorum alltaf svona í einhverju leikjum, þannig að ok, næsti leikur og svo vinnum við stórsigur, töpum svo illa fyrir norðan á móti Káa, þetta var eitthvað svona,
en þetta var aldrei svona þannig að það var að vera vald yfir okkur sko. Þannig að þetta var aldrei þannig að við vorum teknir af og sleiknur utan til almennilega. Við fengum aldrei svona alvöru raskill við nema kannski með þetta FH í næstsíðustu umferðinni sko. Það voru liðin kannski farin að sjá við okkur? Já, það er, já, ég alveg pottið það að bara, heyrðu, núna þurfum við að taka þetta lið alvarlega þegar við mætum þeim, því að þeir eru búin að vinna fullt af leikjum og eru bara nokkuð góðir. Þannig að, og ég held að við höfum náð að nýta okkur það að liðin hafi kannski verið opnari fyrir vikið á mót okkur, fyrir hluta móts. En svo var það náttúrulega, þú veist, það var aldrei hugmyndafræði Geira að, hvað maður að segja, að læsa eitthvað tilbaka og, þú veist, spila upp á 1 stig, eitthvað svoleiðis. Strákarnir voru staðránir í að bæta fyrir fallið 2003 með því að fara beint upp að nýju. En, eins og ofta áður, var sumarið mjög kaflaskipt. Og kannski vendipunkturinn var sko næstsíðasti leikurinn minnum á móti Haukum sem við vinnum 2-1. Að Danny Kahn í markinu hjá Haukum sko á láni frá okkur og hann var búinn að verja helvíti vel. Eysteinn skora svo, nei, ég skora fyrramarkið og það var í eitt af skiptunum sem ég hlustaði ekki á Ásgeir Elíasson. Við áttum aukaspyndir rétt fyrir teik sko og þá var Danni Hafliða náttúrulega víkingur með okkur, ógeðslega góður í fótbolta sko, geggjaður þetta tímabil. Við stöndum upp fyrir boltan 3, Danni, Palli og Jenny. Og ég heyri að Geir eitthvað að kalla á bekknum og ég líti á hann og ég sé og heyri hann segir Danni, átti að taka aukaspyrnuna. Og ég segist það, herrið, hann sagði Jenny, færið ykkur. Og ég still honum upp og dundur honum í slánaðinn. Og svo kemur Geiri til mig þegar maður lappa inn, þetta var rétt fyrir hálfleik, þegar maður lappa inn í klefa, þá segir bara, þú heyrðir alveg, ég sagði Danni. Og ég sagði bara já. Sumarið 2005 reyndist liðinu þungt. Úrslitin létu á sig standa og svo fór að mitt mót var Geiri látin hætta með liðið. Það var náttúrulega mikið högg að hann skildi hafa látið fara og hvort að það verið ástæðan að mönnum fannst hann ekki bara teldu að hann væri komin einhver endastöð sko. Ég var alltaf alls ekki þar. Alltaf endanum þetta leikmyndir sem þurfa kannski að bera, þurfa kannski lítið í einn barma eitthvað og gera betur og þetta er að þjálfa hans kannski að mótivera þá en það var alveg agalegt að hann hefði endað þetta svona hjá Þrótti þarna. Mér fannst það agalegt og við veitum ekki í dag hvort að hann hefði getað bjarga okkur fyrir fallið hérna ekki en svona bara í ljósi sögunar hvernig hann var búinn að búa þetta til og gera þetta moment fyrir okkur að þá fannst mér agalegt að missa hann hérna á þessum tímapunkti sko. Já, þegar hann er látið fara þarna sísonu eftir og Atli Eðvalds kemur inn að þá náttúrulega er bara svona mín í uppreist smá. Menn hætta, ég hætti, Palli hættir, förum annað. Ég kem svo aftur stuttu seinna. Bara þú ert vanur ykkur og þú ert skilur fastur í ykkur normi og náttúrulega þykir náttúrulega rosalega vænt kallinn og þið veist kannski hafa út af því að þetta var alltaf búið að virka í seinni umferð. Af hverju ætti þetta ekki að virka þarna? Og þetta var svona óréttlæti fannst manni á hans herðar af því að það stóð alltaf allir með honum. Þú veist, miðað við það að við okkar saga með Ásgeir Elíasson var svolítið þannig að annarkvort fyrri hluti eða seinni var bara, þú veist, winning streak, sko, þá er ég pottþéttur á því ennþá í dag að við hefðum ekki fallið ef þeir hefðu haldið áfram með. Bara sagan sannar það, þú veist, það er bara þannig. En ég er sannfærður þetta og ég fullir það að við hefðum ekki fallið ef Ásgeir Elíasson hefði verið áfram með lið. Árið eftir tók Geiri við sínu gamla uppeldisfélagi Fram. Dvölinni Fram var stutt af þessu sinni. Hann kom liðinu upp í efstu deild að 9 en var látinn taka pokann sinn í kjölfarið. Hann tók þá við liði ÍR í Sétil. Þar voru fyrir kunnuleg andlit, þeir Elli og Guffi. Þetta reyndist síðasta verkefni Geira, því hann varð bráðkvaddur að morgni leikdags þar sem Íringar léku úrslitaleik að fara upp deild.
Ég man þetta þegar ég fekk þetta símtal og þetta var sárt eða vont, þetta var bara ekki gott. Það er bara svoleiðis. Þannig að þetta mistum þar góðan mann og svo bara rauninni góðu konu í kjölfarið. Það er bara svoleiðis. Þannig að það var bara gríðalegt högg. Ein mesta sorgarsaga örugglega bara í íslensku fótbolta, þannig sko, að missa hann sem alltaf bara, þú veist, guðsfengur fyrir allan íslenskan fótbolta, þú veist, þessi gæi sko. Það náttúrulega leikdagur á móti Aftureldingu og ég man þetta alveg rosalega vel. Ég það heppinn að ekki hafa misst marga sem ég þykir vænt í lífinu og ég keyri alltaf fram hjá húsinu hans á leiðinu á æfingu og leiki, langvart veginn. Þannig ég keyri inn í sæbrautina alltaf fram hjá og ég horfi alltaf í átt á húsinu hans. Hvert einasta skipti sem ég keyri fram hjá, bara alltaf. Þetta var eina skipti sem ég horfði ekki í átt á húsinu hans. Ég keyri upp í IR, það er 1,5 tími leik, ég er alltaf mættur aðeins fyrir ná að mæta, geirir ekki þarna. Þannig ég segi strax við stjórnarmann, það er eitthvað, sendi ykkur til þess að tjekka heim með hann. Og þeir fara og svo stuttur seinna kemur hann og þeir segja hann sé látinn. Og þá náttúrulega bara tekið töskunum mín og labba út í bíl og fer heim. Og já, þetta var alveg magnaður gaur og þetta var alveg hræðilegu tími sko. Við áttum svo að spila frestaðan leikinn einhvern tíma seinna og kemur konan hans í þyrpingun okkar inn á velli og við erum að fara að spila og hún er hágrátandi og segir við takið þetta fyrir kallinn. Og ég man það bara allur máttur í líkamanum minn, hann bara hvarf. Ég var eins og zombi á vellinum heilan leik. Engan kraft, gat ekki hlaupið, gat allar tekið mátti bolta eða sparkaði hann. Samt spilaði 90 mínútur, veit ég hvernig. En það er alveg ótrúlega að upplifa þetta því að bara, það var allir einhvern veginn, öll orka fór. Bara sorgin bara tók algjörlega yfir allt og gerði mann bara máttlausan. Já, en hann var náttúrulega þarna á Sölunum þegar ég keyrði framhjá. Þannig að ég hef svona viljað trúa því að hann hefði svona klappa mér á kollinn og láta mig bara horfa fram og ég hef ekki þurft að sjá hann hana. Soffía Guðmundsdóttir, eða Dedda eins og hún var ævinlega kölluð, var stór hluti af lífi Geira. Hún Dedda var náttúrulega alveg einstök og þau náttúrulega voru eitt bara. Og hún náttúrulega fellur frá stuttu seinna en hún náttúrulega bara, eins og maður kannski vissi, maður sér oft við svona rosalega samrýndum hjónum að þegar annar fellur frá og þá fellur hitt frá stuttu seinna, það getur bara ekki lifað án hvers annars og þau voru alveg þannig sko, algjört teymi sko, alltaf svo ánægð og glöð þegar maður kom og alveg, þau voru alveg, það er mikil missir þeim báðum. Já, það er bara að trúa öllum, bara gátu allir komið og eftir því hann var líka náttúrulega alltaf að hugsa fyrsta flokk. Hann hafði jafnvel hitt einhvern bara í búðinni sko, má kíkja á æfingu og hann var svo ekkert mál og það voru alltaf að dúkja einhver aðilar uppskilur. Já, það bara, ef menn hringdu og vildi fá að mæta, bara ekkert mál, bara kottu bara og við vorum að fá alls konar menn, fullt af mönnum og þeir fengu ekkert bara eina æfingu, fengu kannski bara mánuð og þaðan af, en alltaf var tilbúin til að gefa henni séns í. Það var alltaf eitthvað pínulítið í einhverju sko. Það var alltaf eitthvað smá séns á einhverju myndi standa sig sko. Hann var alltaf til í að gefa henni sénsinn. Sérstaklega, þú ert náttúrulega að vísa í undirbúningstímabil þegar að, ef við segjum bara Pétur og Páll út í bæ voru að mæta á æfingar, en hann sagði, ég man það var einn ákveðin leikmaður sem mætti þarna og hann sagði bara, þetta er bara félagsmaður og ég hef það bara ekki í mér að banna honum að mæta. Svo komu bara ákveðni menn og tækluðu hann aðeins nokkra æfingar í röð og mætti hann ekki aftur. Það árið. Og skílin okkar voru náttúrulega, þú veist, man ekki annarkvort, þú veist, úr plexi eða svona áli og þú heyrðir alltaf svo vel þegar hann barði hún á skíli, sko. Þannig að maður fekk alltaf að vita þegar maður átti sendingu hvort hún var jákvæð eða neikvæð, sko. Já, hann barði stundum í það og maður var kannski í skílinu og þá náttúrulega kiftist maður við þar sem þetta var svona einhvern svona játskíli eða
á gamla skólanum, sko. Hann átti erfitt með að skamma menn. Þannig að ef ykkur var að gera eitthvað af sér þá svona, eða gera eitthvað í leik sem að hann hefði kosið að hann átti að gera eitthvað öðruvísi, þá var að jú, Silli minn, þú hefði nú hugsanlega átt að gefa þennan mann en ekki einhvern annan. Þú veist, hann var svona, fór alltaf góðu leiðina að mönnum. Var hann aldrei reiður? Nei, það, sko, hann kannski kom eitthvað svoleiðis inn í klefa í hálfleik einhvern tímann, en svo strax á eftir það kom, sýndi tennurnar með brosinu sínu, sko. Hann var í foxillur eins og hann notaði oft orðið, en svo kom glottið hans beint til okkar aftur. Bræddi menn sós. Já, algjörlega. Og þetta var kannski ein af þeim ástæðum fyrir því að menn vildu bara deyja fyrir hann inn á vellinum. Og maður var alltaf tilbúinn að hlaupa í gegnum bara ekki fyrir hann, skiljiði. Og hann auðvitað var hann líka, hann náði alveg að koma alveg mómenta sem var að þenja sig og var reiður, og mér alltaf minnist það líka, ég man hvort það var einhver æfingarleikur eftir þetta eða undan eða hvernig það var, að sísoni sjálft að þá voru við að spila einhvers staðar upp í Egilshöll og maður var alltaf að spila út í vörninn og hlaupa fram og alltaf líka skora mörkin og vera hann, og þá byrjaði hann bara hálfleiksvæðina þannig að Eysteinn, halt þú verið vörninn þessu bestur, ef þú getur eitthvað frammi, þá væri ég með þig frammi. Þetta voru bara einföld skilabú og maður bara þagði, og þetta var bara nákvæmlega sannleikurinn sennilega hjá honum. Og þá var þetta bara svona eins og bara, þú veist, ef maður sá að mamma var ekki sátt með manni í gamla daga, sko. Manni leið afskaplega illa yfir því að svona læri faðurinn væri ekki sáttur með mann, sko. Skilurðu, Geiri var með þann frábæra eiginleika að maður, skilurðu, var óhress og pirraður, og þá gat maður alltaf farið til hans og tala við hann, og þú veist ekkert alltaf ánægður með svörin, og ég hef alveg átt mína rimmi við Geira, og skilurðu, hann kom upp með mig fyrir æfingu og sagði mér að ég var ekki í hóp í næsta leik, í leiknum á morgun, og þá labbaði ég æfingu, skilurðu. Ég mætti svo ekki æfingu 4 daga í röð og svo hringir hann í mig, jæja, Elli minn, ætlar ekki að fara að mæta? Og ég bara, jú, ekki á morgun, ok, bæ, skilurðu, svona. Hann, skilurðu, var náttúrulega þessi föður í mitt fótboltans fyrir rosa marga, og þar með talið mig, og maður bara þótti ótrúlega vænt honum, maður vildi alltaf gera allt fyrir hann. Ég get alveg, ég átti þarna á einhverju tímabili ekki minn besta dag í persónulega lífinu. Hann hélt utan um mig bara eins og pabbi minn, bara heila viku eftir. Bara ótrúlegur. Hann hafði þessa eiginleika, hann var alltaf approachable, en manni leiði aldrei þannig að það var eitthvað ójafnvægi, hann var ónálægt manni en eitt svoleiðis. Það var bara einhvern veginn, maður bara ótakmarkaða virðingu fyrir honum, og stundum notfærði mér maður sér hana, skilur, stundum gekk maður á langt, en maður var alltaf settur aftur tilbaka á staðinn sem maður átti að vera á. Hann var stoltið í því að koma með eitthvað öðruvísi, og þá vorum við að spila við FH og Valbjarnarvelli. Það var einn maður í hinu liðinu, svo svona tæpið 3 metrar, Óli Adolfs, og setti mig á hann, og ég átti að hlaupa hringi í kringum hann. Þannig að ég, sem er samt held ég hávaxandi Japani á Íslandi, en hann var 3 metrar þessi gæi, og mér minnir að fyrstu horninu ég kom að honum að það var bara svona brostan og okkur svona, skilur við. En svo, þú veist, hann skoraði allan ekki með skalla. En þetta er svona dæmið sem ég Geira bara pælir í svona skemmtilega pælingar. Það var eitthvað árið þar sem að Þróttaralið tók upp á því að kaupa sér jakkaföt og mæta í þeim í leiki. Ég held að það hafi verið með þessi í fyrstudeildinni, sko. Eins og lúðalegt auðvitað hljómar að vera í fyrstudeild á Íslandi að mæta í jakkafötum í fótboltaleiki. Þá voru við mættir og í jakkafötum og leikur, en það var annar flokkur og leikmenn sem ekki komist í hóp voru á æfingu bara á gervigrasinu í Laugardal, og við að fara að spila á Valbjarnarvelli. Vantaði einn í reitt, hver haldið að hafi farið út í jakkafötunum? Ásgeir Elíasson, engin annar. Nei, það var, hann gæti ekki hvort hann hefur á seinna æfingu, að því hann var í
fermingu eða skýrn. Svo koma þeir að ægja að byrja ef ég man þetta rétt. Og í gallabuxunum, smá hjólbeinóttur og í svakalegum lakkskóm. Og við vorum bara í reit, maðurinn elskar fótbolta. Hann var í skyrtu og gallabuxum og í lakkskóm og kom inn í reit og byrjaði að taka hringinn sinn alltaf, sko. Og náttúrulega hann á þann vafasama heiður að vera á lakkskóm og jakkafötum og fá 129 á sig í reit, skilur, og var alltaf með taktík gerið í reit, sko. Ég veit ekki hvað þessi taktík sé ennþá í líði hjá fólki, hjá leikmönnum í dag, en hann tók alltaf hringinn. Og það byrjaði þannig, við byrjum að senda milli, það eru 2 inn í, og hann tók alltaf hringinn, sko. Eina hingæðin sem var með honum inn í reit, átt að passa, að það myndi ekki koma bolti gegnum miðjuna. Og hann hljóp og stundum var maðurinn ekkert að ná að passa það að boltinn fari gegnum miðjuna. En hann var bara búinn að hlaupa hann í nokkra mínútur hring í jakkafötum, í glanskonu stundum. Og hann gat aldrei einhvern veginn þegar það var leikdagur og voru með jakkafatareglur. Hann gat aldrei komið hreinn, í hreinum jakkafötum á bekkinn. Af því hann þurfti alltaf að fara í reit með liðinu sem var ekki í hóp. Hann var alveg ótrúlega með þetta. Hann elskaði fótbolta og hann var svona ástríða sem gaf af sér. Maður elskaði sjálfur fótbolta en hann svona gaf manni þetta ekstra. Já, svo náttúrulega hann sýndi leikmönnum ótrúlega mikið traust og var hann síðan besti æfingaþjálfari í heimi. Ég ekki alveg viss það, af því að hann var oft, eins og ég sagði, milli leikjanna móti FH, hann náttúrulega mjög upptekinn af taktík og það kannski kom niður á formi á einhverju tímapunkti. Þú veist, við vorum oft gagnrýndir undir stjórn Geira fyrir að vera ekki í formi og hitt og þetta, en það gagnrýndi okkur enginn fyrir að vera ekki í formi þegar við unnum leikina, skilur. Þannig að þú veist, við vorum í ógeðslaupum í Laugardalnum, þú veist, hjá Geira og ég gerði það líka, en svo heyrði maður alltaf eftir á að, þú veist, ef að við tókum kannski 8 kilometerslaupin, að þá var Logi Ólafs með Skagan í 30, sko, þú veist. Þetta var það eina kannski sem maður getur sett út á Geira kallinn, sko. Hann var miklu meira að hugsa fótboltalega elementin og fótboltafagafræðin og allt það og bara vildi það að menn sæja það sjálfur verið í formi. Og þau veit með einstaklega, ég til dæmis hefði aldrei getað verið í formi bara sjálfur. Ég var bara ekki með hugafar í það. Já, það er ótrúlega að segja frá það. Sko, fyrstu 2 sögurnar sem kom upp í hugan á mér, þá kemur nekt Ásgeirs upp í huga minn. Nei, það er ein stórkostleg saga þar sem að við erum komnir í nýja klefan inn í Laugardal í húsinu. Þegar hann kemur inn í klefan eftir einhvern leik og við erum undirbúið okkur og það var eitthvað, hvort það var einhver krísa eða eitthvað. En þá er Geiri kominn inn í klefan, hann er að klæða þessu úr, strákar, svo alltaf stjórnin fá að segja ykkur eitt og hann setti alltaf nærbustann niður, svo vippaði þeim svona upp og greip þar. En það vildi nú ekki betur til, en þegar hann sparkaði hann upp, þá fór hann á hausinn á þessum stjórnamanni sem var að tala yfir hópinn. Og það er náttúrulega allir lágu bara í gólfinu og hlátri, sko. Bara einu uppáhaldssögu, það er margar, en bara svona sýnir bara hvað hann er, þú veist, góður maður. Það við vorum að keppa á Akureyri og það var svona liðsfundur og það svona að því að Geiri var, þú veist, hann var svo yndislega, þú veist, hann var svo eðlilegur, þú veist, hann var ekkert eitthvað hann var ekki að flækja hlutina, hann bara sagði þeim svo voru og hann var svo geggjaður. Við vorum að spila á Akureyri og það er fundur og léttu eitthvað matur eitthvað svona upp á greifunum og þetta var við Káa og þetta var svona alvöru leikur og og svo er hann búinn að vera með eitthvað peppræðu fyrir leikinn og bara svona berjast og hlaupa og takla og allir svona gíraður og bara tilbúin í verkefni og þá kemur spurning úr sal bara svona, þú veist, hann kemur eitthvað frá ykkur strákar eitthvað og þá kemur frá einum leikmanni sem hann alltaf skríti líka að koma með þessa spurningu og þá er hann að Geiri,
hvað að frétta honum Otto hérna í Fram og Geir í staðin fyrir að þú veist bara þá fyrir hann að svara honum herðu, Otto, hann var að gifta sig daginn og eitthvað svona, þú veist, bara og við vorum að, þú veist, búin að peppa okkur eitthvað leik og fórum að tala Otto yfir Fram og þetta bara hann í hnotkun, þú veist, í staðin fyrir bara að vera eitthvað einbindisar leiknum, þá fórum bara að svara þessu og þetta var hann í hnotkun, bara ekkert vesen. Við vorum að spila fyrir norðan og lögðum í heimir út og stoppum í, þú veist, það var ekki staðaskáli eða eitthvað annar dæmi sem undan því og svo erum við búin að fara inn og við erum að labba út og upp í rútu og svo tekur hann mig svona fyrir að tala um mig og fyrir að segja mig frá mómenti í leiknum og þá var svona rúða og þá byrjaði hann að sýna mér, þú veist, þetta var svona og var alltaf að teikna með engu á rúðuna. Á sama tíma var fólk að borða alveg upp við klukkan. Hann pældi ekkert í því. Og þá var hann bara að sýna við þetta, þú taka svona, það var alltaf að benda á. Ég held að margir af okkur hafi svona litið á hann sem einhvers konar föðurímynd. Ég er alveg handviss um það. Hafði mestu áhrif á mig sem fótboltaleikmann á öllum þjálfurum sem ég haft, engin spurning. Hópurinn er svo flottur, þessi hópur sem var þarna, menn að flestir halda sambandi og við hittumst alltaf öðru hvoru og við höfum verið saman í bolta svona hluta af þessum hóp og þessum að geta og það er bara hérna, það hefði verið bara líka lykillinn, þetta voru bara miklu félagar og góður andi í kringum þetta. Þetta er svo magnað maður að við vorum á svo góðum stað sem lið og sem klúbbur á þessum tíma. En tíminn í Þrótti bara æðislegur klúbbur og ég fylgist alltaf vel með Þrótti í dag. Ásgeir Elíasson alltaf bara þú veist, bara gullamanni og konana sem alltaf var bara, þú veist, þetta voru bara eins og amma og afi eða mamma og pappi. Þessi tími með Geira, ég held við sem allir sammála því að þegar hann tekur við og þanglega fer að þetta var sko bara, það var alltaf ótrúlega gaman. Þetta var erfitt fyrst, eða svona þurftum að hafa fyrir þessu fyrst og svo förum við eitthvað svona á tölvört rönn og ég bara fullir það ennþá ef við hefum ekki fallið þarna 2003. Fyrsta leið við farið, mestu vonbrigði 2001. En þessi reynsla sem við fengum bara þurfa að hafa fyrir hlutunum og svo í mikilli velgengni og svo svona þurfa að koma tilbaka aftur 2004 og fórum upp. Þetta var ótrúlega skemmtileg tími, þetta var ótrúlega þroskandi tími fyrir svo ótrúlega marga því að þessi strákar voru svo geggjum aldri. En fyrst og fremst þarna vil ég meina að þarna hafi skapast náttúrulega bara svona eitthvað svona hópur manna eða svona, drengja manna sem að hafa svo haldið þessum hóp vinskap alla tíð síðan þetta var. Og það er bara að því að það er bara gaman og menn er svona treyst okkur öðrum og trú okkur öðrum og það er líka svo ómetanlegt að eiga, þú veist, eftir þennan tíma með Geira ennþá svona marga vinni eftir þennan tíma, sko. Það er ómetanlegt.